Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við aðeins að hætta að væla og koma að kæla. Hann kominn til mín, hann Andri Æsland, eða Andri Einarsson, velkominn. Jú, takk. Og þú ert með þessi námskeið, segðu okkur aðeins hvað þetta snýst. Hætta að væla, komdu að kæla. Sko það halda allir að, sem heyrir þetta, hætta að væla, komdu að kæla, þetta fjalli að vera harðari. Já, harður af sér í ísbæðinu. Já, töff þetta út og aðeins að þú veist að vera svolítið með kraftin í þessu og gera þetta bara. Já. Þetta snýst ekkert það. Nei, ok. Algjörlega ekki. Þetta snýst það að slaka og sleppa. Að gefast upp fyrir sjálfum sér. Og það að erfiðasta sem þið gerir. Það sem allir gera. Já. Að það íslenska heita reddast. Já. Ég sé þetta reddast í börnátu hjá ansi mörgum. Þetta reddast. Við tökum þetta á hörkunni. Já. Nei, ef við tökum þetta á mýktinni, þá gerir svolítið annað. Já. Þá fyrir við jafnvægi með líkamlega. Hættu að vera lasin, við verum heilbrigðir, okkur líður betur. Bara með því að slaka og sleppa. En það erfitt. Þú meina að í kannski svona erfiðum kringumstæðum eins og í ísbaði að þá sé lykillinn bara einhvern veginn að sleppa eða slaka eða anda. Algjörlega, það að læra inn á kerfin sem við höfum. Aktiveita parasympatíkerfið með því að dæsa, sleppa. Að dæsa, þetta lítið á þetta mjög neikvætt. Fólk, á hverju dæsir fólk? Þá meinar það bara svona Nei, þegar fólk eru pirrað, þegar kemur pirringur hérna, þú veist, það hvað að gerast, hvað gerist í líkamann? Þú kemur og þetta dæs, einmitt. Og þú gerir þetta fyrir fram makaðinn, þá verður hann pirraður örugglega því að spyr hvað, tekur þessu persónulega? Tekur þið persónulega, eða það kemur ykkur að þú spyrir, ekki allt í lagi? En af hverju gerum við þetta? Við gerum þetta automatist. Þú gerir þetta ekki viljandi. Þú kemur heim og það kemur pirringur, mikill pirringur og svo bara dæsir. Þetta automatískt kerfi, þetta slaka á þér. Við erum að aktiveita inn á parasympatíkerfið, við erum að aktiveita hérna vakustöginni, við erum að koma að róa kerfið. En hvað þá að taka það upp og byrja að dæsa reglulega inn á milli, bara það ekkert af, þetta er einhvern veginn í hug, en þá byrjum við að aktiveita inn á kerfið. Þannig að sem við erum að gera, við erum að vinna með Wim Hof aðferðafræðina. Wim Hof, ok, nú erum við komið með eitthvað hugtak sem við þurfum aðeins að útskýra. Wim Hof ísmaðurinn sjálfur, hollendingurinn sem á yfir 30 heimsmeta nota kulda og öndun og gera alls konar skemmtilega hluti til þess að læra inn á taugakerfið okkar, læra inn á okkar eigin líkama, læra að vera okkar eigin efnafræðingar með því að gera öndunæfingar, vinna í hugafærun okkar og nota kulda, eins og kalda sjörtu og fleira. Þegar ég byrjaði að stunda þetta fyrir alltaf verkið svona 4,5 ár síðan, á þeim tíma þá var ég 105 kíló með mænuskaða, étandi eitthvað 12 mismunandi lyf og líf mitt bara algjörlega í rúst. Á nokkrum vikum að anda, kæla og byrja að breyta, þá breyttist allt hjá mér. Bólgurnar fóru bakinn á mér, ég fór að geta að hreyfa mig, ég fór að geta að hugsa um sjálfum mig, ég fór að geta að vera í lagi. Og þegar ég hélt áfram að gera þetta í 7-8 mánuði og svo taka mér 1 dag í pásu með því að anda, kæla, þá fór að breytast allt í lífinu á mér. Tók að mig 30 kíló og mér langaði bara að vera til. Frá því að vera búin að vera í... Kviknaði einhver lífsvilji? Já, algjörlega. Frá því að búin að vera í áratugi bara í mínus. Og málið var að á þessum tíma þegar ég var í mínus, þá var enginn sem gæti komið tíminn og sagt, heyrðu Andri, hætti þessu bara, komdu þér í gang. Vegna þess að ég var í ástandinu, ég var þar. Það er ekki tækt að labba upp að einhverjum og klappa á öxlina á honum og segja, hey, vertu í lagi, þú veit nóg, það virkar ekki. En hvernig komstu þér í þetta? Var einhver sem sagði hætta að væla og komdu að kæla? Já, ég fekk svona nokkuð slepp á andlitið. Ég fekk fyrir að sjá sjúkraþjálfari sem ég var hjá og hann sagði við mig einfaldlega að ég var svo mikið fórnarlamb sko, og ég var með mína verki og þetta og ef maður segir fórnarlamb þá tekur fólk þessu mjög persónulega. Ef ykkur kallaði mig fórnarlamb á sínum tíma þá var ég bara reiður. Bara þú veist ekkert mína verki eða hvað er í gangi hjá mér. Skilur mig ekki, þekkir mig ekki. Hvað er það? Bara láttu mig vera. En hann sagði við mig, heyrðu Andri, þú er engin rassveður að þér og þú ert að kvarta yfir bakinu. Þannig að það verið kvarta, það kveikti bara neista, bara djú hvað þetta var að ráðast á mig. En ég var bara að væla. Og það kemur þetta væl. Ég var bara að væla yfir verkjónum sem voru raunverulegir. En ég var bara í ástandinu að væla og ég gerði ekki. Þú gast ekkert unnið með neitt annað. Þannig að það voru engin rassvör og ef það er engin rassvör þá halda þeir ekkert við bakið á þeir og þá drepast í bakinu. Þannig að það var svona fyrsta sem ég fekk að heyrðu, ég er ekki að gera neitt. Þannig að ég fór bara að gera eitthvað hluti. Ég skráði maður hreyfinámskeið, fór að hreyfa mig á fullu og þar heyrði ég talað ísmanninn. Og ég man að ég fór að prófa þetta, keypti mér 10 vikna námskeið á netinu. Ég gæti ekki einu sinni sett litla puttan í kalt vatn. Ég bara taugakerfið mig þoldi það ekki. En ég ákvaða bara að gera þetta með stæl, þannig að þetta var bara hjá mér, það var bara annarkvæmt að gera þetta eða ekki. Þannig að ég keypti mér bara stóra fötu, fyllt hana að tunnu, fyllt hana klaka og stöppur úti.
Og það sem gerist var að ég gafst upp í vatninu. Af því gegnum mína tíð þá hef ég alltaf verið að berjast að reyna að vera betri. Ferið upp í þetta jójó og hrunið niður aftur, upp og niður. Ég þekki botninn. Þannig ég gafst bara upp í karinu. Ég hætti að reyna. Þegar ég hætti að reyna, þá slaknaði öllu. Og þegar slaknar öllu kerfinu þá fara ótrúlega hlutir að gerast. Þannig að þegar ég fór að halda fram með þessar öndunæfingar og gera þetta, það breyttist bara allt. Og gerður þetta bara strax á hverjum degi? Hverjum minnst degi. Tókst þetta bara alveg? Ég tók þetta bara alla leið. Það var ekkert annað í stöðunni. En það sem þetta kenndi mér er að þetta kenndi mér bara að vera í jafnvægi. Þetta kenndi mér það að hætta að taka hlutunum persónulega. Ég tek hlutunum persónulega, en ég gera það minna. Ég minna bara í gegnum það? Já, það er bara... Það dæsir við í gegnum það? Það er bara að sleppa tökum. Og þetta bara er erfitt. Og þú ert með námskeið hérna og hefur verið áður og ert komin hérna norður til að halda námskeið helgina, ekki sant? Á morgun og hinn, það verður á laugardaginn og sundag. Já. Og hvar ætlar að vera með námskeiðið? Það verður í Ómur Jóga gangsetur og þar eru með kælinguna og öndunina og allt inni. Og bara kemurðu með keriðin með þér? Ég kem með kerið með. Ég er bara með fæðingalaugar, birthing pools, sem ég bara fylla vatna og svo fæ ég klaka hérna sendan og fylla klaka. En við byrjum gradual, við förum bara hægt og rólega, við byrjum með rólegt, við erum ekkert að kæla og mikið til að byrja með. Fyrst bara? Það geta allir farið inn í vatnið og setið þar og herta sér. En það er engin tilgangur í. Nei, maður ætlar ekki að herða sér, maður ætlar að slaka. Ef hún er einni sekúndu þess að hún er að sleppa tökunum með því að læra öndun og læra réttu tæknina til að gera það, þá fyrir taugakerfið að skilja hvað þú ert að reyna að segja. Þá fer þú að ná að slaka og sleppa. Og þetta er bara æfing. Og er þetta ekki það sem þú bara vinnur við í dag? Að kenna þetta? Jú, ég er með námskeið alltaf í Reykjavík og við höfum verið að fara um allt land. Við erum með námskeið hér og þar. Og ef maður vill skrá sig, ef það er ekki alveg fullt, hvað gera menn þá? Það er bara inn á Andri Iceland, á bæðin á Facebook og andriiceland.com og það er hægt að kíkja á námskeiðin. Og bara melda sig þess vegna? Melda sig og hætta þessu væli. Hætta þessu væli, komdu að kæla. Takk kærlega Andri fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og ganga okkur vel að sleppa tökunum og dæsa og anda okkur inn í þetta. Það er bara dæsa nú anskotum mig. Já, takk kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel. Takk.